Það sannarlega gleðilegt að sjá hversu margir hafa lagt leið sína hingað og sjá hvernig nýsköpunarmiðstöð hefur blómstrað þessi fá ár sem þau hefur verið. Það sem ég mun fjalla núna, það þannig lagað ævintýri sem við höfðum í Abu Dhabi. Það mælitæki sem tengir steinsteypu, sem ykkar kannast við það að ég tengist svolítið steinsteypu. Og hér, þetta svokallaðir reotruck mýtir. Og í raun þá þetta mælitæki eins og þið munu sjá sem byggir á því að þú gerir rauntíma mælingu á gæðum steypunar og getur breytt henni á leið til byggingarstaðar. Þannig að þetta aðalstyrktaraðilinn Readymix Abu Dhabi sem kom skyndilega upp og vildi absolutt tengjast okkur, en við erum mjög þakklátir líka að við fengum styrk frá Tækniþróunarsjóði. En þannig þá annan tug innlendra og erlendra fyrirtækja sem tengjast þessu og með eiginframlagi þá þetta $1 milljón verkefni. Nú þannig þá þetta markmiðið að gera segjumæli, þannig eða mælitæki inn í bílnum, einnig að gera mjög umhverfisvæna steypu og kerfi til að laga gallaða steypu þegar hún á leið til byggingarstaðar. Hluti af þessu að við byrjuðum í svona svaka keppni sem var umhverfisvænustu borg, en því miður þá fór þessi keppni á ís, það ekki þar með sagt að hún verður alveg á ís að því það allt byrjað hér aftur, en hérna fulltrúi frá Readymix Abu Dhabi og þá vildi hann endilega tengjast okkur verkefni. Nú þannig þá World Energy Summit þarna niður frá sem haldið af Masdar City og þannig í orku þá getið þið farið að keppa $2 milljón verðlaun þar. Nú forseti Íslands, hann gerði það gott. Ban Ki-moon, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, lenti næstu í skugganum á honum. Hann gerði það mjög gott þannig. Flestir í steypubransanum þekkja til hans, sem svolítið furðulegt. Ja. Hér við í Empirical Plaza og hér hafum við fulltrúa frá Readymix Abu Dhabi þegar við skrifum undir samning í síðasta mánuði í Empirical. Og náttúrulega þegar við komum heim, þá þurftum við aldeilis að halda upp á þetta og þarna sjáum ég sérstaklega þakkir til Hans Þorsteins. Hann var hvati í öllu þessu kerfi, svo við nutum þessa góða díls. Hann bragðaðist mjög vel. Nú, það þrjú megin það sem við gerum reóhönnun eða flotfræðilega hönnun, við höfum tæknilega hönnun og svo náttúrulega umhverfisvænu steypuna. En við lofuðum forseta þarna, hann verður líklega á World Energy Summit næsta ári og þá gáfum við til kynna að við myndum gera mjög umhverfisvæna steypu þannig niður frá, og við munum standa við það. Til dæmis ætlar Readymix Abu Dhabi, ef að Bláalónskilin okkar verður góður, þá ætlar að flytja heilan konteiner af Bláalónskili sem verður í steypunni þannig niður frá. Nú, við höfum gert númerikar hermun, hérna sjáum þið yfirborðssteypunar í steyputromlu, ef þið sjáum hér. Þetta og ef við förum áfram, þá sjáum við hér þegar þetta gert með vektorgreiningu. Þykktin á pílunum þá hraðinn á steypunni og þarna sjáum við alltaf yfirborðssteypunar í tromlunni hér á steypubílnum. Þannig þá alveg klárt mál að það getur orðið verulegur sparnaðar af að nota þetta, en aðalmálið að við gerum online measurements tæki þar sem við getum minnkað verulega kolefnisspor steypunar. Við verðum að muna að það verulegur mengunarvaldur í heiminum og í þessari steypu, fyrirgjöf, ef við förum hér aftur, yfir á þennan. Þessi 5% tala sem við erum með hér, það mjög tala sem við erum mjög varkári með. Hér sjáum við mjög umhverfisvæna steypu sem hefur að minnsta kosti 1/4 kolefnisspori venjulegrar steypu.
eða 1/6 af kolefnisspori steypu niður í Abu Dhabi. Þetta svo rosalega byggingaframkvæmdir þannig hérna. Og trúið, þetta góð steypa. Já, við erum þannig ekki alveg búin með þetta. Þetta ennþá í þróun og þetta náttúrulega hátæknilaust sem við setjum hérna inn í bílinn. Og hérna, við erum ennþá að þróa svolítið, en ég held að við séum komin nokkurn veginn hugmynd að endanlegu formi, hvernig þetta á að vera. Nú, við gerum alls konar numerical calculation með þessu, því það styrkurinn okkar. Við erum ansi góð í að gera flotfræðimælingar og höfum þróað þannig mörg mælitæki í gegnum árið. Mælitæki sjálft verður að vera mjög róbust og það verður að vera hægt að fjarlægja útúrtæki kvölds og morgna og það verður að geta staðist á raun. Svo, með þessum orðum þá lýk ég mínum fyrirlestri og þakka ykkur alveg kærlega fyrir. Kæra þakkir Ólafur, og við getum sýnt þetta aftur hægt þegar hann smakkaði steypuna bara þegar fundið líkur. En það komið eins og Þorsteinn Ingi Sigfússon sagði hérna áðan kannski að svona heiðursgesti þessa morgunverðarfundar og það Vera Þórðardóttir fatahönnur. Gjörðu svo vel Vera.